það er mjög gaman að fylgjast með viðbrögðum sínum og ég hvet ykkur til að fylgjast með viðbrögðum ykkar. Það getur verið mjög mikil uppspretta sjálfsþekkingar að fylgjast með því hvernig maður bregst við föstum. Að halda dagbók væri hugsanlega ekki neitt mjög vitlaust. Hvað ber að varast? Í fyrsta lagi náttúrulega bara að gera óraunhæfa áætlun. Ef þið ætlið að gjörbylta öllu lífi ykkar og verða fullkomin klukkan 9 á öskudagskvöld, þá springið þið á lið. Ekki auglýsa á sérta fastaða miklast yfir því, ef gengur vel. Það nú bara fjallræðan. Og ekki skipta ósið. Ekki taka upp nýja ósiði í staðinn fyrir þá sem þið lögðu það. Það er mjög mikil freisting. Að lokum nokkur orðum það hvernig þetta á að ganga. Þetta erfitt. Og fyrsta vikan mjög erfitt. Svo gömlu ósiðnir, þeir toga alveg ótrúlega sterkt í mann. Og þýði ekki ímyndað ykkur hvað mér var, fyrst þeir gerði þetta, hvað mér var að fara að langa í kjöt. Klukkan 11 á öskudagskvöld. Ég var farin að hafa verulegar áhyggjur af því að ég fengi ekki kjöt. Og svo svona jafnaðist þetta að manni. En semst ekki gefast upp og ef að þú fær þér kjöt, ef svo óhefnilega vill til að það dettur upp í því kjötbiti alveg óvart eitt sem fyrstu dagana, þá bara ekki gefast upp, þú heldur bara föstunni áfram og þú mátt líka búast við því að bænaiðkunin verði erfið. Reyndar held ég að öll svona alvöru bænaiðkun sé erfið. Það hljómar kannski svolítið undarlega að prestur segir þetta, en það að eiga einhver alvöru samskipti við Guð, það er nefnilega svolítið meira heldur en að segja. Gömlu Ísraelsmennir vissu þetta. Vitið þið hvað voru margir sem fóru inn í hið allra heilagasta í musterinu? Það var bara einn. Og það var ekki lengi. Þið megið alveg búast við því að fyrsta vikan, og það er mín reynsla að fyrsta vikan erfið. Hunderfið. En það sem nú svo merkilegt að ef þú ert að gera rétt, ef þú hefur skipulagt föstuna rétt, og það sem gerist að þú ert að lifa lífi sem öðruvísi, á róttækan hátt öðruvísi heldur en það líf sem þú venjulega lifir. Og það nefnilega hollt og gott. Og þegar maður lifir lífi sem hollt og gott, þá vitið þið hvað gerist. Manni þennan fyrir að lífa vel. Og það ég hendur fram það tekur svona sirka viku að komast inn í þessa velu líðan, föstunni. Þetta náttúrulega, þetta ferðalag. Þetta ferðalag sem kostar ekki flugmiða. Sumleit þetta miklu meira spennandi heldur en flestar utanlandsferðir sem ég farið í. Það var reyndar ennþá betra að ganga í kringum Mont Blanc. En þetta er innra ferðalag, það sem er að kynnast sjálfum sér, það sem er að kynnast því að umgangast Guð, það verður mjög merkilegt. Það er ekkert vola margir sem að umgangast Guð daglega.
Og það sko, og í raun og veru, maður veit ekki hvert þetta leiðir maður. En þetta er alveg ofboðslega gaman. Man líður alveg ofboðslega vel. Og þegar sko kemur að því að þegar svona er farið að líður að deinbyrðingu, þá er ég farin að kvíða því að föstunni ljúki. En föstunni á að ljúka að sjálfsögðu í páskanæturveislu sem sem sagt á að hefjast svona einhvern tíman á bilinu 1 til 6 aðfaranótt páska. Og á Grenjaðarstað er alltaf páskanæturveisla sem hefst að lokinni páskaböku sem að lýkur svona 12:30. Í Grikklandi messa þeir til 4 um nóttina og halda svo veislu með miklu kjöti og miklu víni. Í Rússlandi messuðu þeir til 6. Það sem gerist er það að ef að fastan hefur lagt á einhverja hlekki, þá ertu frjáls. Og þú getur valið, það er enginn sem bannar þér að halda áfram að lifa góðu og heilbrigðu lífi, en þú ert frjáls. Það á fastunni Júkjón að hátíð, til það sé líka mjög mikilvægt. Og það er enginn sem bannar þér að taka upp aftur gömlu ósiðina eða öðru. Svo er náttúrulega næsta fasta og þá getur við byggt á fenginni reynd. Þá hefum við svona lokið þessum svona vangaveltum föstudag.